Já, góðan daginn og gaman að sjá hvað eru margir sem hafa áhuga á samgöngum. Ég skilst að það séu 130 skráðir á þetta þing. Ég ætla að segja ykkur hérna frá verkefni sem við unnum hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri fyrir Rannsóknarmiðstöð ferðamála árið 2013. Þannig að það er nokkuð liðið síðan við gerðum þetta. Þetta var sem sagt hluti af erlendri rannsókn, svokallagri NPP-rannsókn, Transtourism, og það getur nú verið að hitt og þetta hafi breyst síðan við vorum að gera þetta, en við skulum vona að það sé þá yfirleitt til batnaðar. Verkefni okkar var að kanna þarfir meðal hagsmunaaðila fyrir erlenda ferðamenn sem að kynnu eða ferðamenn almennt sem að kynnu að vilja nota strætó, og kanna svona hvaða áhugaverðir áningarstaðir séu á leið strætó. Nú, áningarstaðir kannski og áfangastaður, það er kannski ekki alveg það sama. Aksturstöflurnar, það er miðast við þarfir íbúa, þeirra sem að fara reglulega á milli staða, en það er að segja áfangastaði en ekki endilega áningarstaðina. Og þannig að leiðakerfið er þannig uppbyggt. Þannig að Goðafoss sem er þarna á myndinni, hann er kannski svona þessi dæmigerði áningarstaður, en hann er telst varla að vera áfangastaður fyrir marga. Við gerðum í þessu verkefni netkönnun meðal ferðaþjónustuaðila og sveitarfélaga, fengum skrá hjá Markaðsstofu Norðurlands og Ferðamálastofu, sendum á 406 netföng, fengum 180 svör, hafði alltaf 160 svör, nokkuð óvirk netföng og 2 netföng voru skráða samæðala, þannig að þessir skrár voru kannski ekki alveg nógu fullkomnar. Svo gerðum við þarna rýnihópa viðtöl á 4 stöðum í sýslunum, Húnavatnssýslu, Skagafirði, Eyjafirði og Þingeyjarsýslu, og greindum fyrirliggjandi gögn eins og gengur í svona verkefnum, skoðum tímatöflurnar og skipulag ferðastrætó og tókum viðtöl og þess háttar. Nú, það eru þarna 4 meginakstursleiðir sem að liggja Norðurland, milli Akureyrar og Reykjavíkur, og það er pöntfunarþjónusta út til Hvammstanga og Skagastrandar. Síðan bættist það við eftir að við vorum að skoða þetta til Hofsós og Hóla. Nú síðan er það út frá Akureyri Egilsstaðir og Akureyri Siglufjörður og síðan Akureyri Þórsöfn, og þar er það sama, þar er pöntfunarþjónusta út frá Húsavík og áfram til Þórshafnar. Þannig að ef einhver þarf fara, þarf hann að hafa samband áður, og það er þá eru gerðar ráðstafanir fyrir hann með það. Og þarna sjáum við þessa leið Akureyri Reykjavík, og þessar punktalínur, þær tákna sem sagt þessa pöntfunarþjónustu sem liggja út frá þessari megin leið. Og síðan er það austurhlutinn, það er sem sagt út frá Akureyri, norður með firðinum út að Siglufirði, og austurum til Egilsstaða og til Húsavíkur og áfram austur. Nú, í þessari netkönnun sem við gerðum, þá vorum við að ganga út frá því að spyrja þarfir, þetta var miðað við þarfir þeirra sem vildu skoða áhugaverða staði, og spurðum mismunandi þætti svona út frá því, eins og tímaáætlunina. Meiri hluti svarenda töldu hann að falla vel að þörfum með þessara aðila, 28% illa, og það var minnst ánægð í Þingeyjarsýslu, það bil þriðjungur sem sagði hvorki né. Svipað með tíðni ferða, meiri hlutin sögðu að hana vera nægilega, og 28% falla illa að þörfum þessara aðila, og mest ánægð í Húnavatnssýslu, þar sem
að strætó 57 gengur og svipað með leiðina sem vagnin fer, menn voru svona meirihlutinn sáttu við það. Og pöntunarþjónusta þar sem að hún á við, þriðjungur sagði hana henta vel og 24% illa. Það var svolítið munur eftir svæðum þarna. Í Skagafirði þá sögðu aðeins 14% hana henta vel og ég geri ráð fyrir að það sé vegna þess að vantaði þarna tenginguna við Hofsós og Hóla og tengsli við milli þessara staða og Varmahlíðar. Þannig að menn voru óánægðir með þetta og það kom ljós í rýnihópunum og síðan hefur verið bætt úr þessu. Núverandi stoppistöðar, meiri hlutinn, stærri hluti taldi að henta vel en minni hluti illa. Í Þingeyjarsýslunum var þetta hlutfall frekar lágt og ef maður fyrir að spá í það út frá svona rýnihópaumræðunum þá það væntanlega vegna þess að manni fannst svona vanta betri tengingar fyrir norðausturhornið og jafnvel einhverja hringtengingu austur Vopnafjörð jafnvel og upp á síðan Háreksstaðaleiðina. Það sem kom eiginlega síst út þarna það var kynningin á leiðakerfinu. Að minni hlutinn taldi þetta hafa tekist vel, þannig að það var greinilega einhver vankunnátta strætókerfið í heild sinni á þessum tíma allavega. Það getur verið að það hafi svo sem batnað síðan þetta var. Og þetta var svona bara almennt engin munur eftir svæðunum. Nú svo töluðum við ferðaþjónustu aðilana þarna í rýnihópunum og það voru svolítið munur á milli svæðana hvað mönnum lá á hjarta. En svona almennt séð þá komu nokkrir punktar þarna sem voru svona gegnum sneitt. Það var þetta að þarfir íbúanna og ferðamannanna, þær eru mismunandi. Og menn voru alveg sammála það að það þyrfti ekki endilega fjölga þessum föstu áfangastöðum. Það kom reyndar í ljósa að það var ekki kunnátta það að strætó, allavega þá var þetta að biðja hann að stoppa nánast hvar sem er. Og það rann svolítið upp ljós fyrir mönnum þegar þeir áttuðu sig á þessu að ferðamaðurinn getur beðið að láta stoppa á stöðum sem eru utan þessara föstu staða. En þetta eru fyrst og fremst almenningssamgöngur til þess að komast á milli staða á fljótan og öruggan hátt og áætlun standi og einn orðaði þannig að strætó ætti að vera eins og lest og ætti að raska þessu kerfi sem allar minnst. Og ferðamaðurinn ætti síðan að aðlaga sig að þessu fyrirkomulagi. Nú, það sem fékk eiginlega sísta einkunn hjá fólkinu, það var upplýsingasíða strætó. Að það veri erfitt að átta sig á þessu leiðakerfi og enski hluti var í Lamasessi á þessum tíma. En þegar maður skoðar þetta í dag þá sem betur hefur þetta batnað talsvert mikið. Nú, í borginni þá voru miklar efasemdir það að Mjóddin væri rétti staðurinn fyrir strætó, fyrir þann áfangastað. Það vantaði tengingu við flugið og BSI. Þetta væri engan veginn ljóst hvernig þetta koma sér í Mjóddin, sérstaklega fyrir erlenda ferðamenn sem koma til dæmis úr millilandaflugi. Þá þetta bara mikil ráðgáta hvernig á að komast á milli staði í borginni og í næsta ferðamáta. Nú, það sem var allavega á þessum tíma óljóst svolítið, það var hvað hægt var að taka með í strætón til þess að maður væri með talsvert mikinn farangur með sér, skíði eða hjól eða fjallgöngubúnað eitthvað slíkt. Og mönnum fannst vera svolítið skortur á samráð og upplýsingum
á milli samtaka sveitarfélaga sem voru reka kerfið, svona með í að reka kerfið og ferðaþjónustunnar, svona upplýsa þetta kerfi. Þannig að það var ákveðin vanþekking á skipulaginu og þessum almenningssamgöngum á þessum tíma. Vera kann að hafa verið bætt úr þessu. Nú, hérna í Eyjafirðinum, þá var alltaf talað það. Það eru mikilvægir staðir fyrir ferðamenn hérna sem eru illa tengdir við almenningssamgöngur. Það eins og flugvöllurinn, það tjaldstæðið, Kjarnaskógur og Hlíðarfjall. Og á þessum tíma var Hríseyjarferjan ekki tengd við strætókerfið, eins og það var hlykkur sem þetta taka á leiðina út til Siglufjarðar sem að menn vildu spara sér til þess að til dæmis að vera komnir nógu snemma til þess að framhaldsskólanema kemist í skólan á morgnana. Nú, stoppistöðin við Hof sérstakt dæmi út af fyrir sig hérna. Hún stórhættuleg. Lestirnar opnast út í götuna og það til dæmis ekki hægt að kaupa miða hérna í upplýsingamiðstöðinni í Hofi. Nema það hefur verið bætt úr því síðan. Gott. En það sem auglýst á heimasíðu Strætó, það sem sagt 2 bensínstöðvar, það Ólís og N1. Og mönnum fannst mikilvægur að svona lagfæra og skilgreina ýmsa þætti í þjónustuna áður en væri að bæta við fleiri áningastöðum. Og þetta app þarna sem að myndin af fyrir neðan, það virkar mjög vel í dag, sýnist manni, þegar maður prófar. Nú í Húnavatnssýslunum, þá var svolítið önnur nálgun með að fólks það horfði mjög á bara strætóin sem almenningssamgöngum til að liðka til fyrir skólasókn krakka, til dæmis hingað til Akureyrar og fyrir eldra fólk að komast suður á þess að vera háð bílum og steypa sér út í borgarumferðina. Svo töluðu menn það að það væri alltaf möguleikar á því að tengja þessa áningarstaði eða áfangastæði strætó við ferðaþjónustu aðila á svæðinu. Það voru til dæmis ferðir Vatnsnes sem var verið að bjóða upp og sem að tengdust strætó leiðunum. Og menn töluðu að mögulega væri hægt að skoða það kannski í framtíðinu, hvort það væri hægt að búa til einhvers konar svona pakkaferðir sem að tengdust strætó. Svo höfðu menn upplifað ýmislegt skrítið í sambandi við það þegar strætó var veðurteftur. Þegar farþegarnir þurftu að gista, það virðist ekki vera til svona viðbragðsáætlun til þess að koma fólki í gistingu og græja hlutina. Og eins ef að eitthvað brygði út af að enskukunnátta bílstjóra væri kannski ekki alltaf fyrir hendi nægilega mikil og svona eitthvað kerfi í gangi til þess að upplýsa erlenda ferðamenn það hvað var í gangi. Þannig að það var svona óvissa sem fólk upplýði. Nú í Skagafirðinum þá vantaði þessa tengingu þarna við Varmahlíð, Hofsós og Hóla, eða svona milli þar, og það hefur verið bætt úr því. Þetta náttúrulega mikilvægt fyrir Hóla vegna til dæmis erlendra gesta sem koma þangað, ráðstefnugesta og fleiri og gesta þarna í vestur fara safnið á Hofsósi. Þannig að þetta hefur verið lagað og svo eftir að flugið hætti á Sauðárkróki og Siglfirðingarnir fóru að leita hingað inn til Eyjafjarðar í flug, að þá hætti flugrúta á milli Siglufjarðar og Skagafjarðar og þá vantar það tenging á milli. Og spurning hvernig menn svona þróa þetta í framhaldinu vegna þess að Skagafjörður og Siglufjörður eru svona ótengdir í dag. Þingeyjarsýslurnar, menn töluðu þar að tenging við Akureyrarflugvöll sem var þá flugvöllurinn þeirra, síðan hefur flug til Aldalsflugvallar bæst við, að þarna veri tenging nauðsynleg. Menn töluðu hringleið norðausturhornið, þarna sem ég minnst á áðan, út frá Húsavík, Kópaskei, Raufarhöfn, Þórshöfn, Vopnafjörður og aftur upp á Hárastaðaleiðina.
og menn gagnrýndu svolítið stærð bíla í útboðinu og kröfurnar þessa risastóru bíla sem jafnvel væri 1 eða 2 farþegar í þarna á pöntunarþjónustunni austur frá Húsavík. Þarna er mynd af strætó, menn hafa gagnrýnt það svolítið, þessi bíla kannski byggingalægið á þeim sé ekki það hentugast, þetta er strætó sem fauk út af rétt fyrir sunnan Húsavík. Og menn töluðu að leikreglurnar kannski ekki nægilega skýrar samkeppni rútufyrirtækja og strætó á tilteknu leiðum. Þarna væru niðurgreiddar samgöngur mögulega í samkeppni við aðila í ferðaþjónustu sem eru að reka sig á svona business grundvelli. Nú, svona bara vangaveltur í lokin að auðvitað er strætó fyrst og fremst hugsaði til þess að koma farþegum milli staða á skjótum og öruggum hætti og það er almennur skilningur eða var þarna á þessum tíma þegar við vorum að skoða þetta á því að þetta verður aðalverkefnið, síðan ef að ferðamenn vilja nota þetta þá bara aðlagið þeir sig að þeim veruleika. Nú svo er þetta hversu réttlætanlegt það er ef menn eru að keyra þarna strætó á mögulega einhver staðar og sömu leiðum og það sem menn eru að reka sig á business grundvelli að nota skattpeningana til þess að niðurgreiða þessar samgöngur og ferðamenn noti þær. Og svo er þetta með blessaða borgin okkar, höfuðborgina, tengslin á milli samgöngumátana, það er þessi ráðgáta hvernig maður kemst í rútuna ef maður kemur með flugi í Keflavík, að þetta er alls ekki alveg ljóst og það þarf virkilega að laga þarna til. Manni finnst stundum eins og sé vísvitandi verið að reyna að gera hlutina svolítið flókna. Sérstaklega ef maður ætlar að komast í innanlandsflugið og milli innanlandsflugs og millilanda. Takk fyrir.